þú sagðir ég held að það sé alveg tvennt ólíkt, sko, að fara sem einstaklingur og með fjölskyldu, sko. Já, algjörlega og ég myndi segja að þetta höfum við bæði reynslu af því að fara sem TPO með fjölskyldu og ég held að það er eitthvað sem ég náttúrulega auðvitað mæli 100% með. Fyrir okkur var þetta einstök reynsla og við búum að henni öll saman sem fjölskylda og fengum auðvitað vini og fjölskyldu í heimsókn til okkar og eigum þetta þroskað okkur mjög mikið saman líka. En líka sem bara að fara sem einstaklingur er líka frábært vegna þess að þá einmitt kemstu einhvern veginn og hefur mikið frelsi til þess að bara tengja þig inn í alls konar félagskap og hópa og hefur mikið náttúrulega bara ræður tímanum þínu mikið sjálfur. Já. Þannig að ég held að bara bæði geti einhvern veginn verið bara frábært, sko. Bara algjörlega, en ég mynd svona örugglega allt önnur reynsla, sko. Bara, ég fer aldrei á bar, bara. Nei. Við gerðum það ekki heldur, nema kannski svona, þú veist, á sunnudagsmorgnum og þá gat maður svona farið á svona krakkavænan svona stað þar sem var hægt að fá sér brönns og kannski einn öl með eitthvað og það var hljómsveit að spila fyrir krakkana og eitthvað. Ég gerir þetta mjög mikið af þessu, sko, að fara svona í hádeginu og eitthvað sem ég finnst alveg, þú veist, yndislegt og ég, þú veist, bara, hefði ekki viljað að, eða þú veist, mér finnst þetta bara, maður með fjölskyldu, það er svona eitthvað ferðu eða ferðu ekki, skiljum. Já, algjörlega. Það er ákveðin, sko. Bara lífstílinn allt annað, sko. Já, akkurat, algjörlega og mér fannst líka bara mér fannst það ekkert eitthvað svona, þú veist, það voru fullt af öðru fólki líka í kringum mig með fjölskyldur og mér fannst ekki erfitt að sækja eða þú veist, að finna afþreyingu fyrir okkur saman,